Í verkefni 7 þá ætlum við að breyta stýrrás með segulrófum í stigarit. Þá þurfum við að hafa S1 sem inngang 1, S2 sem inngang 2 og vegna þess að við höfum bara 3 möguleika og síðan útgang, þá þurfum við að setja útgang hérna í staðinn fyrir þessa línu runni. Skoðum hvernig við gerum það. Þá setjum við bara venjulega hérna og við notum innri útgang M1 hérna og svo sjáum við að ef við skoðum þetta hérna, tökum aðeins hérna myndina með okkur, að þá ef við reynum að ná í hana alltaf svona milli, að þá sjáum við það að hér eru 1, 2, 3, það eru 4 möguleikar og svo 4 rofar og svo útgangur, en það er ekki hægt í þessari útgáfu, þannig að við verðum að hafa millilið sem er innri útgangur hérna sem að í rauninni útbýr þessa línu hérna sem er þessi lína hér og við hérna setjum hana þá hérna inn og sem innri útgang, þannig að það er eins og að sé innri útgangur hérna og svo notum við bara alltaf snertu úr þessum innri útgangi hérna á leiðinni hér við þurfum ekki að gera það hérna vegna þess að K1 og K2 eru, eða sérst Q1 og Q2 þeir færu ekki inn nema að þessi innri útgangur væri inni hérna. Þannig að við setjum þá bara næst S3 sem er þá E3 og við hérna höfum áfram við höldum hérna áfram, við höfum sjálfheldu hérna úr K1 og það höfum við þá í staðinn úr Q1, þá setjum við Q1 hérna með kontakt og hliðtengjum við hérna yfir sem sjálfheldu fyrir startrófan. Síðan getum við sett þess vegna innri útganginn M1 og næst þarf ég að hafa neitaða snertu úr Q2. Hérna enda ég þá í útgangi Q1 og nú hef ég alveg eins rás fyrir útgang Q2 nema að fyrir framan fæ ég Q1 snertu, víxl snertu úr Q1 og M1 þarf líka að vera inn í rásinni. Þá setjum við E4 sem startrófa, sjálfheldu, Q2 og snertu úr innri útganginum sem er svona milliliður hérna og næst fáum við snertu, neitaða snertu, víxl snertu úr Q1 og að lokum útganginn sjálfan Q2. Þannig að við erum með tryggingu fyrir því að eingöngu Q1 sé í gangi og hann tekur þá strauminn hérna af Q2 eða kemur vekk fyrir að Q2 komi inn
hérna, og nú ef við ræsum Q2 með I4 þá tekur Q2 útilokar Q2 hérna með þessari snertu að Q1 komist inn. Þannig að þetta er svona víxsnertur til að tryggja það að eingöngu Q1 sé í gangi í einu eða Q2 í gangi í einu. Og þá taka þeir með sér Q3 og þá er nóg að við bætum við snertum úr Q1 og Q2, hluttengjum það og setjum út hjá Q3. Og þá erum við komin með rásina eins og hún þarf að vera. Til þess að prófa hana, þá þurfum við að stilla þessa rofa. Þessi hérna tveir eru stopprófar í myndinni hérna, eru þeir normally closed. Við þessum að virða það. Þeir eru normally closed, þessi tveir rófar. S1 og S2 eru normally closed. Og þeir gefa samband inn á eintöluna, þess vegna megum við ekki hafa neitun hér á þessum I1 og I2. Af því að þeir gefa samband inn á vélina, þannig að þegar við setjum í gang, þá eru þeir að gefa samband og M1 kemur inn strax. Nema við þrýstum á þá fer M1 út og þá myndi hann taka út Q1 eða Q2. Ef við smellum hérna efst uppi, þá getum við haft áhrif á hérna, hvernig rofarnir líta út, eða hvaða tegund þær eru. I1 og I2, þeir verða að vera normally closed stopprófar. I3 og I4 eru normally open þrýstirófar. Restin skiptir ekki máli. Og svo þurfum við að smella á OK hérna, þannig að þetta taki gildi. Við verðum að muna eftir að tryggja það að þetta taki gildi með því að smella á OK hérna neðst, þannig að rofarnir séu réttir. Og þá setjum við í gang Start Simulator hérna og við sjáum þá að fyrstu tveir rofarnir, I og I2, eða S1 og S2, þeir eru normally closed hérna hjá okkur og 3 og 4 eru normally open þrýstirofar. Og til þess, og við sjáum það að M1 er inni vegna þess að báðir I1 og I2 gefa merki. Og þá ætti M1 að vera inni og þá gefur það samband hérna áfram. Og við getum þrýst á S3 hérna til þess að ræsa Q1 og Q3 ákoma þá líka með. Og það passar hérna að þá koma þeir saman. Og við verðum í þessari virkni hérna, við verðum að stoppa með annarkvort í einum eða í tveimur til þess að skipta yfir á það að láta Q2 taka með sér Q3. Við sjáum það að Q1 er í gangi og tekur Q3 með. En svo verðum við að stoppa þetta með í einum eða í tveimur og ræsa svo fjarkan S4. Og þá kemur Q2 og tekur með sér Q3. Þannig er þetta, bara einfallega svona. Þetta var fyrsta rásinn í verkefni 7. Þetta stigari? Já, svo er það hérna, þetta er stigaritt, já, og svo þurfum við að ganga frá tengiskráni og hérna og tengi myndinni. Ef við gera það snöggvast, það er ekkert mál. Þá förum við inn á verkefnið og merkjum þarna inn á. Við vorum með þetta þannig að inngangur 1, hann tengdist hérna inn á S1 og hann er normally closed. Og alveg eins með inngang 2, hann var inn á S2, inngangur 3,
hann var hins vegar inn á ræsirófan S3 og síðast kemur hérna inngangur 4, hann er inn á ræsirófa S4. Þegar við tengjum útgangana þá þurfum við að hafa það í huga að hérna á bak við merkinguna Q1 er snerta, sem sagt það eru 2 punktar hérna og það þýðir það að hérna er snerta inni í litlum seguliða sem að tengir, sem að heitir Q1 og svo framvegis. Þannig að það eru snertur hérna bakvið þó að það sé ekki teiknaðir inn á þetta. Þess vegna tengjum við hérna frá hinum punktinum sem er þessi hérna punktur áfram á K1. Það er ekki alltaf að menn átta sig á þessari mynd og þess vegna er best að árétta þetta, að við drögum línu frá punktinum sem er hægra megin við viðkomandi Q útgang og síðan Q3 hann tengist þá inn á K3 hjá okkur. Þannig tengjum við þetta upp. Við notum ekki Q4 í þessu verkefni, skiljið. Hann er bara ekkert með. Og þá er spurning, náum við að setja inn á sömu myndina? Nei, við erum að færa þetta til með tengiskrána. Svo fyllum við út tengiskrána á það er svolítið erfitt að skrifa inn á hana núna. Allir komnir með þetta, allir vita hvernig á að tengja þetta, ekki? Já. Þá ætla ég að hækka þetta þannig að ég fái betri mynd af tengiskráni. Svona. Og þá ætla ég bara að merkja inn á þetta reyna að hérna höfum við þá tengiskrána. Dæla 1 er hérna efst uppi, dæla 2 og síðan dæla 3 og það er segurófi K1 sem tengir dælu 1 og útgangurinn er Q1 og segurófi K2 tengir fær tengingu frá Q2 og tengir dælu 2. K3 segurófi tengir dælu 3 tengdu frá Q3 útgangi. Þannig að tengiskráin sem sagt segir okkur hvaða rofar, nemar og útgangar eru tengdir við töluna. Það eru 2 stopprófar S1 og S2, það er þessi hérna og svo eru 2 startrófar, það eru þessi hérna 2, S3 og S4. S3 ræsir K1, dælu 1 og dælu 3. Svo verðum við að stoppa á milli. Og S4 ræsir dælu 2 og dælu 3. Þannig að þá er tengiskráin komin. Einhverjar spurningar? Nei. Hérna er liður 2. Á að ræsa 3 dælur með sama ræsirófa. Og við erum að sem sagt forrita þannig að fyrsta dælan fer í gang þegar þrýstir á ræsirófa og leið hún fer í gang þá ræsist tímaleiði með 0,5 sekúnda seinkun sem síðan ræsir næstu dælu og svo framvegis. Hvernig förum við að þessu? Við förum hérna í nýtt stigarit og
fáum hérna Rising Up og það er ágætt að setja hann beint í set útgang því að hann helst inni, skiljið. Það er einn já, við fáum hérna Rise Pulse, þá kemur hann inn og hann kveikir á fyrstu dælunni og auk þess getum við tekið snertu úr Q1 út á tímaliða. T, trigger fyrir timer 1 og ef að segja þetta sé 50 hundruðustu úr sekundu, það er svona 0,5 sekundur þá og tökum þá snertuna úr T1 hérna. Við þurfum alltaf að fyrst að setja á útgang mun eftir því og þá kemur næsta dæla inn og sú dæla sá útgangur hann gæti gefa okkur samband út á næsta tímaliða sem er T2 og það eru líka 50 hundruðustu úr sekundu. Smetla á accept til þess að fá festist inni og snerta úr T2 tengi svo síðustu dæluna Q3 og það er bara sama 50 hundruðustu úr sekundu T1, já og nú er bara spurning já, sko það væri hægt að hafa stoppprófa hérna neðst í 2 sem að setur reset á þennan hérna getum gengið þannig frá því haft Q1 hérna og þennan hérna í 2 svona, við getum gengið svona já, við getum leyst þetta svona þá erum við að vísu með 2 rofa, startrófa, stopprófa það er eðlilegt að tengja þetta svona að hafa startrófan normally open og stopprófan normally closed en svo er önnur leið í þessu það er hægt að sleppa því að vera með þetta sem sagt með 2 rofum eins og við beðum í verkefni að vera bara með 1 rofa og getum við sjálfur sér verið með á rofa hérna á inngangi 1 það er í sjálfur sér hægt þá erum við þá bara með venjulegan útgang hérna Q1 þannig væri í sjálfur sér hægt að leysa þetta en svo getum við líka verið hérna með kippliða eða svona stuðströmsrofa þannig að við gefum 1 stuð og þá kemur hann inn og myndi haldast inni sem sagt svona og ég þarf að breyta rofan maður hjá mér þannig að þessi verði svona já ég sleppti honum og bara til að skoða þetta hvernig þetta er ef ég gef honum 1 stuð hérna þá koma þeir inn saman hérna og ef ég gef honum annan púls þá dettur allt út strax að við verðum að smetla hérna Fs til vinstri define IR function smetla þar þá fáum við þetta hérna í rauninni ef við værum með startrófa og stopprófa þá væri I1 sem þrýstirófi normally open það er þessi hér og stopprófi ef við hefðum hann þá væri hann normally closed hérna en frá síðustu rás þá þurfum við að breyta í rauninni þessum I1 í normally open og í þessari mynd erum við náttúrulega að nota hann bara en ef við værum bara með af á rofa þannig hérna að þá myndum við vera með venjulegan útgang þá myndum við bara setja hann svona það er líka hægt þá þurfum við að breyta hverju
þá þurftum við að breyta þessum hérna í af á rofa. Já. Þá setjum við í gang og þá bara skellum við þessum inn og hann helst inni. Og svo slökkum við á rofan. Þá dettur allt út. Svona leysum við þá, ljúkum við að teikna inn á tengimyndina og klárum að ganga frá tengiskráni. Og þá erum við komin með allt inn á tengiskrána. Það er þessi rofi sem gæti hreinlega verið af á rofi ef að við notum venjulegan útgang á vélinni, eða ef við notum kittliða útgang á fyrsta á Q1, þá getur þetta verið bara þrýstirofi. Það er bara eitt stuð til þess að haldast inni. Þannig að ég skrifa bara hérna sem rofi. Þið veljið hvort þetta er af á rofi eða þrýstirofi. Þeir eftir ykkar lausn. Síðan kemur segulrofinn K1. Það tengist sem sagt frá Q1 út á dælu 1. K2 tengist frá Q2 inn á dælu 2 og K3 tengist frá Q3 inn á dælu 3. Svona, þá skulum við segja það að til þess að koma straumi á innganga þarf að þrýsta á S1 í þessari neyðarstöðun. S1, hann ræsir innganga. Þá skrifið þið það bara að S1, hann ræsir innganga. Svo er það S3, hann setur straum á útganga. Þá er allt kerfið tilbúið til þess að vinna og ef eitthvað kemur upp á og ef það er ekki mjög alvarlegt en við þyrftum að taka strauminn af eingöngu útgöngunum, þá þrýstum við á S4. Þá segjum við S4 tekur straum af útgöngum. Já, hann rífur strauminn af K2 svo að útgangarnir missa spennu. En já, S4 tekur strauminn af útgöngum. Þá stoppast allir mótorar, skiljiði, öll færibönd og allt sem á að hreyfast og í rauninni allt sem að tengist frá inntölvunni. Þannig að við gætum verið með einhvern feril þar sem við gætum haldið áfram því sem frá var horfið og allir inngangar eru í réttri stöðu. Og þá gætum við sett útgangana aftur á með S3. Þannig að þá veitum við hvað gerist ef við þrýstum á S4. Hins vegar, ef við þrýstum á S5, sem er bæði hérna við inngangana og fyrir K1 og K2 sem tengist bæði þá inngöngum og útgöngum, þá missa bæði inngangar og útgangar spennu. Þá slökkum við á öllu með S5 rofanum. S5 neyðarstöðun
slekkur á öllu. S5, það þessi hérna. Það neðastöðun. Það líka S2. Sko, S4 neðastöðun tekur bara út útganga. Þetta aðeins mismunandi virkni á S4 og S5. Og sem sagt S5 og S2, hann tekur líka út allt saman því að hann tekur strauminn af K1, sem sagt sjálfheltan hérna dettur út hérna á K1 og líka hjálparsnerta fyrir frá ofan K2. Þannig að þess vegna tekur S2 líka út bæði innganga og útganga. Allt saman líka. S2 og S5 taka neyðarstöðun fyrir allt. S2 og S5 neyðarstöðun fyrir allt. S4 tekur bara út útganga. Og þetta í rauninni nóg lýsing, má segja. Hérna sjáum við þessar snertur úr K1 sem að tengjast sem sagt inngöngum inntölunnar og það þessi snerta hérna og síðan snerta hér sem K2 sem að tengist við útgangana og hún hérna neðar á myndinni. Þannig að ég þarf að færa myndina aðeins til þess að sjá neðri hlutan. Þið sjáu hana hjá ykkur. Ég þarf líklega aðeins að minnka myndina til þess að þetta komist allt fyrir. Svona. Og þá sjáum við hérna allt í einni heild að K2 snertan hún hérna inni ef að straumurinn á inni á útgangunum, en ef við þrýstum á S4 þá fer K2 út ingangu, hins vegar fer allt saman út af því að þið sjáuð að S5 hann virkar bæði hér og hér. Ef við þrýstum á S5 þá virkar þeir á báðum þessum stöðum samtímis. Og líka S2, hann náttúrulega tekur út strauminn hérna af K1, K1 dettur út og K1 með snertu hérna, svo hún dettur út líka. Þessi snerta dettur út. Og þá fer straumur af K2, þessum hérna tekur líka út útgangana. Og þetta vírað fyrir utan inntöluna, sem sagt neyðarstöðunin víruð fyrir utan inntöluna til þess að sé ekki hætta á því að ef einhver kæmist inn í forritið og myndi forrita framhjá einhvers konar neyðarstöðun, það væri hættulegt, er það ekki? Það er öruggara að hafa þetta vírað fyrir utan inntöluna, og því það er alltaf hægt að breyta forritið, skiljið. Þess vegna neyðarstöðun ekki forrituð inn í intölunar. Þá erum við búin með þetta verkefni. Einhverjar spurningar? Þið með þetta á hreinu, flott. Þá segjum við það. Ekkert að fikta í hann myndstöðu 42 bæra, næsta myndin. Nei, mynd sko 42, hún sýnir bara
almennt iðntölvu þar sem að við erum með sérstakann rofa sem að getur stjórna því hvort að straumur á öllum inngöngum eða ekki, og fyrir neðan iðntöluna þá sérstakur rofi sem að getur ráðið því hvort að straumur á öllum útgöngum eða ekki. Þannig þó að það sé eitthvað breytt forriti í tölunni, við getum alltaf tekið strauminn af ef einhver hættaður á ferðum. Við getum alltaf annarkoð þrýst á S5 eða S2, þá tökum við allt út. Þá virkar þessi neyðarstöðun algjörlega. Og sem sagt, það líka atriði hérna kannski að þetta sett á eftirvaf á einangrunarspennni. Það kannski minnkar hættu á útleiðsluvandamálum að vera með iðntölvustýringuna og þessa neyðarstöðun á einangrunarspennni. Þá hérna þó að sé einhver smá útleiðsla, þá engin hætta á ferðum. Þannig að það sé. Ef þú ættir að setja þetta til Microsoft, hvernig myndir þú setja það inn tölvuna? Nei, sko, þetta bara segulega stýring fyrir utan iðntölvuna. Forritið sjálft, það bara sendt inn í vél sem að væri annarkot Easy-vél eða frá Allen Bradley. Því að forritið sem við erum að nota, það til þess að búa til forrit sem við sendum inn á vél frá Allen Bradley. Og það gengur alveg, við getum alveg sendt forrit inn á Easy-vél líka frá þessu Microsoft forrit.